Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum að þessu sinni upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og ég verð að fá að nefna það varðandi ömmur fyrr og nú að það er frítt á þetta málþing á morgun milli 1 og 4 og það er Sontaklúbbur Akureyrar, Sontaklúbbur Þórunnar Hirðnefi mann rétt sem ætlar að bjóða upp á kakó og pönnukökur þannig að að gera fyrir alla að mæta og njóta. En næst ætlum við að tala aðeins raunfærni mat og þá sérstaklega kannski raunfærni mat fyrir sjómenn sem að Símey stendur fyrir, Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, en kannski ekki síður það sem er bara að gerast almennt hjá Símey. Verið velkomin bæði tvö. Takk. Takk fyrir það. Byrjum bara á því aðeins fyrir þá sem kannski ekki þekkja til. Hvað er Símey? Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar sem sagt bara fullorðinsfræðslustofnun eða aðili sem sinnir símenntun hérna í Eyjafjarðarsvæðinu fyrir alla fullorðna og við vinnum fyrir atvinnulífið og bara samfélagið heild. Okkar starfssvið mjög vítt. Við erum að bjóða upp á námskeið og formlega námsleiðir, einingabærar, raunfærni mat, náms- og starfsráðgjöf fyrir samfélagið. Það er ansi margir sem að rúlla í gegnum hjá Símey, margir nemendur og allir pakkinni tekið. Vitið þið hvað það eru margir, cirka, sem eru að rúlla hjá okkur í gegnum öll námskeiðin á ársbasis? Ég man ekki tölun nákvæmlega en það er eins og segja, þetta eru mjög margir. Þetta er einhverjir 3000 nemendur sem fara í gegn hjá okkur. Nákvæmlega. Og margar nemendastundir að baki hverjum einu, þannig að við erum að gera mjög marga hluti og bara við getum gert bara margt og að gera fyrir atvinnulíf og bara alveg að leita til okkar. Hjá okkur er mjög bara velmenntað fólk sem hefur mikla færni að sinna mörgum þáttum. Þannig að það er svo mikið alltaf samfélag nýtir sér símenntunarmiðstöð þess að við erum hluti af samfélaginu og samfélag á okkur í rauninni, stofnun af samfélaginu. Þannig að okkur er svo mikilvægt að við séum að skila okkar hlutverki. Ég líka bara heyrt að fólk sem að fær bara góðar hugmyndir að námskeiðum, bæði sem þau getur haldið sjálfir eða þyrftu að þið... Já, það kemur bara. Já. Og við setjumst bara niður með þeim og hjálpum þeim að skipuleggja og reikna út. Ég er alveg augljóslega svo skotin í okkur af því að ég var nú einu svona að kenna hjá Símey. Ég hljóma nú kannski orðin eins og kynningamyndband fyrir Símey en það er nú bara því að ég er skotin í þessu starfi. Það er nú bara þannig. Þú ert náttúrulega ein í klappstýruliðinu. Já, Símey. En raunfærni mat er líka alveg sérstaklega áhugavert fyrirbæri. Segðu okkur frá því bara hvað er raunfærni mat? Raunfærni mat er sem sagt hugsað fyrir fullorðna einstaklinga sem hafa ákveðna reynslu á vinnumarkaði og það er miðað við 5 ár. Þú hafið sem sagt úr löggildri yngrein sem sagt unnið þar eða sem sagt það er svona viðmið og þetta er sem sagt ferli sem er bara viðurkennt af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og við sækjum þessi verkefni í samstarfi við fleiri aðila og svo bara bjóðum upp þessi verkefni bara, söfnum í hópa og náttúrulega mesta reynslan er í yngreinunum en svo er þetta nýja verkefni sem við erum að keyra núna á landsvísu með fleiri símenntunarmiðstöðum og það er stefnt að sjómönnum á Íslandi bara í heild og það var uppalega sjómennt fræðslusjóður sem kom að máli við okkur og vildi endilega ná til sjómanna. Og við seldum þessa hugmynd að raunfærni mat væri örugglega góð leið til þess að fá sjómenn til þess að taka skref í það að fara að mennta sig frekar. Eins og við vitum það að sjómenn náttúrulega vinna þannig að vinna, það er erfitt að skrá sig á námskeið svo að fara út að sjó og svo framvegis. Þannig að við erum búin að þróa núna raunfærni mat sem sagt í samstarfi við fleiri símenntunarmiðstöðvar og líka útbúa bóklega námsleið fyrir sjómenn sem verður bara kennt í fjarnámi. Þannig að þetta þýðir í rauninni það að þú ert búin að vinna í einhver ákveðnu fagi eins og maður þekkir nú fullt af fólki og kannski er þetta svolítið hefur verið karllægt allan það sem maður hefur fylgst með kannski í gegnum eingreinarnar en enga sér við erum að tala kannski eitthvað sem er kannski frábær smiður eða tæknimaður eða sjómaður og með hellingsþekkingu sem að hvergi er samt til á blaðinu metið til þess að halda áfram. Er það ekki svona aðalega hugsunin? Jú, það er náttúrulega bara, ef við kemum aðeins aftur að raunfærni mati fyrir sjómenn þá er þetta greinar sem við höfum verið að meta hingað til. En okkar markhópur var þetta ár að nálgast sjómenn því að eina nálgunin okkar hefur verið við sjómenn svo að þeir hafa slasast eða hafa þurft að skipta starfsvettvang og þá hafa þeir komið til okkar og okkur langaði til að nálgast hópin á annan hátt. Og við erum, eins og Valgeir sagði, við erum 5 miðstöðvar sem vinnum sameiginlega að þessu með ákveðnum fyrirtækjum. Og við erum nú búin að vera svo heppin að vera í samstarfi við Samherja í vetur. Og ég hef nú sagt stundum við þá sem eru með okkur í, það er svo, við erum rosalega heppin hérna á svæðinu hvað er búið að vera auðvelt að vinna með Samherja. Því þeir hafa gefið okkur svo greiðan aðgang að sjómönnum. Ég held að við erum örugglega búin að halda kynningu fyrir yfir 100 manns og
nú þegar hafa 50 eitthvað skráð sig, sumir eru komnir í áframhaldandi nám og þetta líka bara hafa fengið staðfestingu á því hvað hafa lært. Nákvæmlega. En hverju breytir þetta fyrir bara sjómanninn, til dæmis, ef við tökum það bara? Þú ert með þess að ferði gegnum þetta ferli? Þetta er svo mikið sjálfskoðun fyrir sjálfan því. Við segjum ofta eins og þegar maður ákveður til dæmis að fara í raunfærnimat í fyrsttekningreinum eins og við höfum verið með núna, þá erum við ekkert alltaf að pressa á endilega viðkomandi þurfa að ljúka náminu. En bara það að setjast niður og fylla út færnimöppina sína og sjá allt sem hann hefur verið að gera og fylla út gátlistan og eiga svo þetta samtal við matsalina, að því ég tók dæmis eftir fyrsttekniskólinn, að þá á viðkomandi samtal við þennan matsala og bara fá staðfesta færnina sem hann er búinn að afla sér. Allt í einu er bara komið með 80 eitthvað einingar af námi sem er 120 einingar og það er svo lítið eftir að ljúka. Eftir að klára svo lítið og alveg sem með netagerðina. Ég veit að því að ég nú fylgst með þessu líka gegnum tíðina að stundum, að þetta alls ekki alltaf, er samt að ræða fólk sem hefur flosnað upp úr þessu skóla og hentar ekki þetta eða ég finnst það bara leiðilegt eða óheillandi eða hefur ekki náð góðum tökum á þessum hefðbundna námi, ef svo má segja, og oft fólk sem hefur komið og ég hef bara spjallað við sjálf sem hefur farið ofboðslega stressað inn í þetta og ekki verið hrifin af þessu skólaumhverfi sem hefur öðlast aldrei nýtt líf og sjálfsmat og trú á sjálfum sér og það er eiginlega það sem að mér finnst allavega svolítið fallegt. Og það er einmitt akkurat þetta með fullorðið fólk sko að kannski gekk ekki vel í grunnskóla og það er ekkert ósjaldan sem að heyri það kannski bara erfið skólaganga, lesblinda eða ýmislegt sem getur truflað fólk. En svo líður bara lífið og þú öðlast meiri færni í starfi, þú þroskast sem einstaklingur og allt í einu bara þú ferð í raunfærni mati eða námsleiðin eins og í okkur, þá allt í einu bara getur þú helling og þetta fyrir fólkið náttúrulega þvílíka uppgötun og þvílíki sigurinn. Og náttúrulega líka bara ýmislegt breytt kannski á frá þeim 30 árum sem eru kannski liðin frá því þú varst í skóla og hvað varðar stóðkerfi til þess að aðstofa við ýmislegt eins og lesblindu eða annað, það er orðið ýmislegt sem við gerst á þessum tíma. Og það er náttúrulega þannig að það líður ákveðin tími sem við erum ekki að gera eitthvað. Ég hef tekið dæmi þegar einhver er að útskýra fyrir að hann get ekki í starffræði því að hann á bara í minningunni úr 10. bekk að það gekk ekki sem skildi. Að það er bara svipað ef ég hætti að teikna 12 ára og ég byrja að teikna núna aftur, þá myndi ég teikna alveg og þegar ég var 12 ára. Og það breytir svo margt þegar maður er orðin eldri. Það vaknar áhugi og maður sér þarna einstaklinga sem að heldur til dæmis aldrei gert neitt í starffræði að þeir eru bara brillera. Nákvæmlega. Þetta er svona það sem gefur starfinu gildi, að sjá einstaklingin blómstra. Nákvæmlega og öðlast bara einhverja trú á sér. Nákvæmlega. Þetta er nefnilega í rauninni held ég svona fallegra heldur en að kannski fólk alveg sér en því náttúrulega líka bara taki vel á móti fólki, getur ekki fólk kíkt við hjá okkur og bara spurt aðeins? Jú, þú vil ekki miklu áherslu að það verið náttúrulega með frábæra náms- og starfsráðgjafa sími sem getur bara tekið á bara öllum málum. Þú getur leiðbeint með markmiðasetningu, nám, símenntun, persónulega mál líka og það er bara, þessi viðtöl eru fólki að kostnaðarlausu, við fáum þau bara greitt frá fræðslumiðstöðinni. Þannig að þetta er eitthvað sem fólk mætti nýta sér miklu frekar, þetta er bara frábær stuðningur þarna. Og aðeins kannski með þetta með námstilboðina, við erum búin að útfæra námsleið fyrir sjómenn og reyndar að opin fleirum líka sem er í svona fjarnámi. Þannig að sjómaður getur farið í bóklegt nám og fengið 4 til 15 vikur til þess að klára hverjum áfanga og sínum hraða og bara gert þetta á netinu og bara hvað sem hann er staddur á sjó eða heima hjá sér í frítúr eða eitthvað og getur alltaf komið til okkar inn á milli og fengið aðstoð með eitthvað sem kemur upp á. Þannig að þetta er líka eitthvað sem við erum búin að þróa og tilbúið núna. Og kannski bæta bara aðeins við þetta því við vorum að tala raunfærnimati og þá er ennþá opið í raunfærnimat fyrir sjómenn á öllu landinu. Það er ekki bara eingöngu hér á Eyjafjarðarsvæðinu og eins með menntastöðurnar. Það eru líka hugsaðar fyrir sjómenn alls staðar á landinu. Nákvæmlega. Og eins með að því Valgeir kom inn á með ráðgjöfina. Þá vorum við nú svo heppin að við vorum að fá nýjan starfsmann líka í ráðgjöfina og hún kemur frá Keflavík og hefur mikið verið með hamingjufyrirlestur. Þannig að það er svona snilldarkona líka sem var að bætast í hópinn. Nákvæmlega. Þannig að þetta er allt landið undir, þetta internet er víst rosa fínt. Já, mjög. Já, við heyrt það. Það virkar vel. Það virkar vel. Það kynast því aðeins. En það er það, já. Kynna fyrir sjómönnum að nýta sér netið og... En kostur samt við þetta nám er að þú þarft ekki alltaf að vera nettengdur. Nei. Þó þú sért út á sjó. Þannig að það skiptir ekki. Okay. Yndislegt að fá okkur, ég hvet bara fólk til þess að kíkja á heimasíðun ykkar, sími.is og taka upp síman eða kíkja í kaffi. Ef ég þekki ykkur rétt, ef þið hafi ekki breyst mikið frá því að ég var hjá okkur, þá eru þið alltaf
kátt og brosandi að taka vel á móti fólki. Alla daga. Bara vestnafni. Já. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.